Já, ég ræddi við Sigurjón B. Hafsteinsson fyrir nokkrum vikum örlög íslenska torfbæjarins. Það nú ekki margir íslenski torfbæjar sem standa eftir og hann var að ræða og það var í skaði hver hratt við gengum fram í því að jafna þennan menningararf við jörðu á öldinni sem leið. Torfbæjar Íslendinga og baðstofan eru kannski merkasta framlag norðurhjarans til heimsmenningar, sagði Hannes Lárusson, myndlistarmaður í sjónvarpsþætti. Og Hannes hingað kominn, sumpart til þess að fylgja umræðunni eftir sem við áttum hér við Rauðaborðið daginn við Sigurjón B. Hafsteinsson en sumpart sjálfstætt. Vertu velkominn, Hannes. Þakka þér fyrir. Það sem merkilegt við þig að þú ert eitt fárra núlifandi Íslendinga sem ólst upp sjálfur í torfbæ til 10 ára aldurs, ekki satt? Jú. Hvar var það? Það var þannig að ég alveg fyrstu 10 ára ævinnar í torfbænum Austur-Meðalholtum í Flóa. Já. Kom þar bara bent af fæðingardeildinni og var þar svo í góðu yfirlæti fram á 10. árið. Já, sko í huga margra ungra Íslendinga bara fer þarna ekki saman hljóð og mynd að koma af dauðhreinsaðri fæðingardeild inn í einhverja mold. Já, það alls konar misskilningur í gangi hvað varðar lífstíl í íslenska torfbænum og ég held og hef nú stundum sagt það að vel beygður og nýbeygður torfbær sennilega heilsusamlegustu og fallegustu húsakynni sem að völ væri á. Já. Þannig að þessar hugmyndur óhreinindi og fúa og leka og mold eru marganátt alrangar. Moldin og rakin bara það sem hann á að vera á heimavelli í útihúsum en í baðstofunni þá var ekkert slíkt og hreinlæti í fyrirrúmi Hreinlæti var í fyrirrúmi? Já. Og var ekkert erfitt að halda húsinu hreinu, torfbænu hreinu? Jú, það þannig í þessum bæjum að það verður alltaf vera á sínum stað, menn taka alltaf til og setja allt á sinn stað og síðan gólfin sópuð og skúruð og teppi og brekkan viðruð og það mjög mikið hreinlæti haft hönd þannig að það var engin vandamál í því sambandi. Hvernig var loftið í bænum? Loftið mjög gott og ekki að því og allt viður væri þarna samkvæmt mínu minni allt eins og best varð og síðan þetta náði við ég var alveg uppi með minn og ömmu og móður minni og frænku og svo voru þarna fólk sem kom á sumrin oft, auka fólk og mikið gestagangur líka. Já. En þarna voru 3 kynslóðir saman. Já. Og bróður minn náttúrulega líka. Ég svæfi ýmist hjá honum eða móður minni þar til ég var bara 10 ára. Já. Eða eitthvað öðrum. Þannig ég svæfi ekki einn í rúmi fyrir ég var komin á 11. árið. Einmitt. Og þannig þetta náði við bæði húsið og fólkið. Ég held að það hafi verið afskaplega jákvætt og það ekki manni eftir því að við noktum verið kalt eða alls ekki svangur því þarna var alltaf matur að bestu gerð alltaf á borðum. Já. Og mikið af honum heima náttúrulega tilbúin. Já, við erum að tala tíman 1955 til 1965 cirka. Já, 65 cirka, já, þá fluttur Reykjavíkur. Já, pabbi ólst upp í torfbæ, hann og dáinn fyrir nokkru og þeir voru einmitt held ég 4 bræðurnir saman í rúmi eða fleti. Já. Og þannig að það var nú náttúrulega ansi þétt pakkað oft inn í þessi hús. En sko, mér langar að spyrja þig félagsstaða þín. Var hún önnur en félagsstaða annara barna? Var skömm sem fylgdi því? Nei, alls ekki og það var bæði afi minn og móður mín að þau voru alla tíð mjög stolt af því að hafa verið í torfbænum og síðan hafði móður mín frængaði því og við saman fjölskyldan að bjarga bænum og endurbyggja. Þannig að hún var alltaf mjög stolt af öllu sem tengdist torfbænum og náttúrulega afi minn, hann náttúrulega það hvarflaði ekki að honum að nein skömm yfir því hafi verið torfbælið þvert á móti.
En viðþorf nágranna ykkar vegna þess að það sem kom fram í spjalli mínu við Sigurjón var að það hefði myndast einhver svona bylgja þar sem að bara Íslendingar bara gengu af þessum híbýlum dauðum, ruddu þeim bara til hliðar með stóru vinnavélum og hvernig var stemningin utan ykkar fjölskyldu? Ég held að það hafa nú alltaf verið litið á, þetta var fólk sem var mjög félagslega svona sinnað og tók það til miklu félagsstarfi yngri árum og eldri árum alla tíð, þannig ég held að það hafa aldrei verið litið á það sem neitt einkennilegt að þau byggu í torfbænum, afi mig bara tekur það ákvörðun að nútíma væði ekki. Já. Og það var búið þarna bara með búskap var allir óvélvæddur, það var bara hestar og mannafl, hestafl og mannafl. Já, var það þannig? Já, þannig að það var aldrei nútímavætt og það var ákvörður sem hann bara tók að það var orðinum kannski á gamall í það 1950 að fara nútímavætt eitthvað að ráði og hélt svo við gamla lagi þar til að var hægt að búa 65. Þetta finnst mér alveg stórmerkilegt. Þannig ég er bara alveg upp fyrir það og ég held að það hef ekki verið litið að það neitt svona utanfrá hafi ekki verið litið að það sem neitt einkennilegt og þetta var ekki fólk sem var í þeim flokki að vera einhverju furðufuglir eða svoleiðis, þvert á móti, þetta var fólk sem var mjög mikið hluti af samfélaginu og engan hátt utan garðs og neinu leyti. Varðandi þrif og svoleiðis, voru fjalir á gólfunum? Já. Og eru veggir líka, eru þil á veggjum? Já, það var eins og nánast allar baðstofu, ég hef nú skoðað þetta mjög mikið. Tala við tugi af fólki sem nú eiginlega allt horfið í dag sem að ólst líka upp í baðstofum og torfbæjum og það er nánast undantekningarlaust að baðstofu voru þiljaðar bæði gólf og veggir og loft. Já. En það er til dæmis ekki, það er ekki rafmagnstæki? Jú, það er komið rafmagn, þetta er kemur rafmagn mjög snemmi í flóan, það er komið rafmagn klukkan 1950. Já, einmitt. Og annað sem að þú sagði mér í símtali þegar við vorum að undirbúa þetta viðtal að sko sem að kannski margir sérstaklega yngri Íslendingar vita ekki að sko bærin sem þú ólst upp í hann er kannski allt öðruvísi heldur en ótal margir aðrir torfbæir. Já, það sem að við erum að tala hérna arf sem að þróast við sérstakar aðstæður á yfir 1000 árum. Og út úr því kemur þegar komið fram á 18. og 19. öld að þá er á ferilsósum að þá er komin hér byggingarlist sem á sér einhver hliðstæður umverulega nestar annarstæður í heiminum. Og þá búið að aðlaga byggingarnar því byggingarefni sem við höfum sem við fyrst voru torf og grjót en þá höfum við töluvert líka timbri út af bæði rekavið og svo skipsströndum sem að má nú ekki gleyma. Þannig að en það var að nýta viðinn til fulls og hann var þá nýttur aðalegi í baðstofunar og það sem fólkið bjó en síðan torf og grjót náttúrulega ríkjandi byggingarefni í öllum veggjum og síðan verða húsaþyrpingar til litlum húsum sem við kallum bæi, það er kallað bær og þetta er byggingarlist sem á sér eiginlega einhver hliðstæður í kringum okkur ekki allavega í okkur nágrannlöndum þróast hérna með okkar aðstæður og veðurfar og lífsskilyrði hér en hver og einn bær hann er ólíkur. Það er engin bær sem er líkur öðrum bæ og það gengur það langt meira að segja að það er ekkert hús innan bæjana sem er líkt öðru húsi þannig að það er hvert einasta hús innan bæjarins getur verið upp í 30 hús í bæjarþyrpingum að það er ekkert hús sem er líkt húsinu við hliðina þannig að þau eru öll ólík þannig að það er óreglan og þessi asymmetría sem er ríkjandi þáttur í íslenskum torfbæjum og tekur þetta einhverju leyti þá mið af landslæginu á hverjum stað? Já, tekur mið af landslæginu og tekur mið af möguleikum af byggingarefni og svo framvegis og tekur líka náttúrulega með af þá lífskjörum hvort er að ræða miðstjætt, lágstjætt eða hástjætt og en hér á Íslandi þá var engin verulegur munur á yfirstjættinni og lágstjættinni það bjuggu allir í torfbæjum það er bara torfbæjir yfirstjættarinnar voru stærri það var fleiri hús raunverulega var baðstofan mjög áþekk allstaðar
en kannski lengri en hlutföllin þau sömu sama hvort að ræða lítið kott eða stórbíli. Getum við sagt að það sem þú ert að segja mér núna sé sumpart á skjön við þær hugmyndir sem að mjög margir Íslendingar hafa þennan menningararf? Já, ég held að við höfum þurft að búa við það að það mikla ranghugmyndir sem hafa verið þennan arf í seinni tíð og eins og Sigurjón benti náttúrulega réttilega á að þá mikill áróður hluta sjálfstæðisbaráttunni sem verður gegn þessum húsakynnum og menn glepjast mjög af nútíman og nútímavæðingunni og vélvæðingunni. Þannig að svo má ekki gleyma því að fræðimenninni sem þarna eru margir hverjir að þeir þó að þeir hafi margir verið kannski haft einhver kynni af torfbæjum á sínum yngri árum að þá hverfa þeir frá þeim lífstíl og eru svona komnir bara á inniskóna á unga aldri og þeir ekki góð heimild raunverulega lífstíl, byggingarefni, byggingarlag eða handverk þessar bæja. Þannig að þeir svokölluðu fræðimenn, Sigur Nordal til dæmis og Guðmund Finnbogason og fleiri, að þeir kynda undir ranghugmyndir og þá náttúrulega í sjálfstæðisbaráttunni verða bókmenntinir settir í forgrunn en menn bara gleyma því að bókmenntinar og allt sem við höfum gert og allt okkar framlag til heimsmenningarinnar það raunverulega kemur úr torfbæjunum enda hef ég kallað baðstofana vöggu íslenskra menningar og það allt okkar handverk, útskurður, prjónaskapur sem ekki má gleyma, vefnaðurinn og allt sem menn skrifuðu og sömdu og öll ljóðin og samankvæmt af Jónas Hallgrímsson, Gunnar Gunnarsson eða Halldór Laxness, kom allir úr torfbæjum. Og ég held þú hafi sagt það í einhverju viðtali að sem sagt íslenski torfbærinn sé ekkert minna menningar afrek en sagnaarfurinn, Íslendingasögurnar. Já, ég alveg á því ef þetta væri tekið réttum tökum og þá þarf að greina þetta ekki síst fagurfræði þessara bæja, það þarf þá að skoða til dæmis baðstofuna sem einstakt listaverk og rými sem að hefur náð fáun og fullkomnun eftir, ég getum sagt 20-30 kynslóðir, það tekur langan tíma að fá að hluti og ná tökum á því og þá þarna komið rými sem einstakt síðan handverki sem þarna að ræða sérstaklega torfskurðarþátturinn og torfvegginir að það líka einstakt handverk. Kann einhver að skera torf í dag? Ekki margir, það nokkur sem kunna það og ég tel mig kunna dátum mikið í því en því meðan og þá það fjarar mjög hratt undan því og ef ekkert aðgert að þá getum við mist það hreinlega út úr höndunum og það þarf að fara að berast hratt við en þegar þetta samankomið sko fagurfræðin og handverkið að þá fátt sem við höfum betra fram að færa í okkar menningu svo má ekki gleyma lífstílnum þá það mataræði og klæðaburður og svo framvegis sem líka mjög margt og mjög háur stíi og þarf ekki annað en að skoða gamlan prjónaskap og vefnað þá sjá menn það getur ekki verið að menn hafi gert það við mjög slæm skilyrði þar sem hefur bæði verið svartamyrkur og kuldi og raki og mygla það útilokað vegna þess að prjónaskapur sem var framkvæmdur í baðstofunum og ég þekki það sjálfur að það fátt sem að og vefnaður, fátt sem að toppar það í dag við bestu skilyrði þannig að lífsskilyrðin þarna voru tiltölulega góð og mataræðið reyndar almennt mjög gott og holdt enda meðalaldur þessar fólk sem ég þekki og eiginlega öll mín skildmenni þau komust flest hver á 10. áratuginn í sínu lífi og bjöggu og voru við góða heilsu mestan hluta ævinar en borðuðu samt sem áður og lifðu lífstíl sem tengdist þessum húsakynnum og gamlu bæjónum íslensku. Og þá að mestu ónefnd félagslega hliðin þessi, mér liggur við að segja svona sósíalíska vídd. Já, það sem menn læra hver af öðrum
og það náttúrulega þarna mjög mikið fyrir rúmi sko alls konar kveðskapur og ég alinn upp sjálfur til dæmis við húslestur. Já. Afi minn, hann var nú leikar á yngri árum og hann hafði mjög gaman að því að lesa upp alla tíð. Hver var afið þinn aftur? Hannes Jónsson hét hann. Já. Og hann var endur ömmu bróður minna því amma mín flutti til Kanada þegar móðir mín var bara 1 árs. Þannig að það svona ættliður sem var svo til þar sko, sem tengt á ömmu minni raunverulega var ömmu bróður minn Hannes sem ég heitin í höfuðið á. Já. Hann var raunverulega afi minn og konan hans Gunna, amma mín og Hannes, hann las upp ég segi ekki hverju kvöld en mjög oft á kvöldin þá las hann upp úr þjóðsögum og svona einhverjum skemmtilegum sögum og ævintýrum H.C. Andersen og svo framvegis. Þannig ég og þá var maður sjálfur bara einhverstaðar milli 1 árs og 10 ára þá var maður bara eitthvað að dunda sjálfur við bara borðið í baðstofunni og eitthvað að tekna eða skrifa eða bara hlusta og svo bara sofnaði maður. Já. Þannig ég held að þetta hafi verið afskaplega jákvætt og uppbyggilegt að mörgu leyti og líka þetta mikla samneyti við fólk sem reynda menn mig ekki gleyma enn og ríkjandi mjög víða í heiminum ennþá. Það eiginlega þannig sem maðurinn hefur búið, hann hefur búið í mjög þéttu samneyti. Já. Og þetta einkarými sem við erum með, höfum alveg stöfið í þessu nútíma samfélagi hér á Vesturlöndum, það ekki algengt á heimsvísu. Einkarýmin eru almennt ekki til víða í heiminum og menn búa bara í samfélagi þar sem að bara hver hefur sitt rúm en búa í sama herbygginu kannski heil fjölskylda. Já. Og það kannski ekkert algilt að þetta form sem að flestir venjast núna sé komið til að vera alla tíð. Við vitum það aldrei hvort samtímin okkar verður ráðandi stærð í framtíðinni. Nei, svo vitum við það ekki og það náttúrulega mjög margt sem að við getum lært af þessum gömlu húsum en svo það að nútímavæðingi verður og hún hefur orðið og það þýðir ekki raunverulega annað en að þá að greina þá aðstöðu sem að komin upp núna og þá verður að taka þetta svolítið nýjum tökum og ég lít þannig á að við verðum að líta þetta sem hornstein í okkar menningararfi, ekkert síður heldur en miðaldabókmenntirnar og bókmenntirnar endur almennt og greina þessum slíkt og umgangast þessum slíkt og þá ég nú oft talað það að baðstofan út af fyrir sig eins konar helgidómur og ég tel ekki títi fyrir stöðu að bara fólk sem hefur efni og áhuga á það bara byggir sér baðstofu og baðstofan það bara rými sem fær inn í, geta fengið sér kaffi þar sest á rúmin og bara skrifað ljóð eða sögu við baðstofuborðið og eða bara farið þarna inn bara hugsað og bara setið þegjandi á sínu rúmi sko. Og vegna þess að þarna að ræða rými sem einstakt á heimsvísu og menn eiga umgangast sem slíkt og endurbyggja það sem þá eitthvað sem að raunverulega ekki hægt að búa til nema í gegnum vinnu og þróun og fáun margar kynslóða og menn eiga bara að grípa þann bolta og varveita það sem að ennþá uppi standað og til, gera það og leggi það miklu meiri fjármunni en gert en svo líka ekki títi fyrirstöðu og ætti að hvetja fólk til að bara heila byggja sér þó ekki væri nema bara baðstofuna og tilenga sér þá eitthvað af þessu handverki að það fá eitthvað örfáa sem þá kunna eitthvað til verka til að byggja þetta og þá getur nútímahús verið við hliðina en síðan baðstofan og sem vísar í þennan gamla arf þá bara eins konar helgidómur þarna við hliðina á nýja húsinu. Já, en sko svipmyndin daunilla bæinn þar sem skepnur og menn nánast sofi saman ferðamannin sem kemur á 17., 18. og 19. öld kannski og lítur við hér og skrifar dagbókabrot eða gefur út sögum að það sé vondlykt inn í þessum húsum og Íslendingar séu furðulegir. Hvað segir þetta? Margt af þessu ranghugmyndir en sumt af þessu rétt og til dæmis það að ég alveg fyrir að borða harfisk og
og ég hef borðað harfisk alla ævi og ég þurrka sjálfur með eigin fisk og þorskhausa, það nú eitt af því sem við erum að tína niður, hvernig að þurrka og rífa svo þorskhauss, en ég alveg fyrir þetta og enn þann dag í dag, ég meina þú tekur úti þurrkaðan alvöru harfisk, fer með hann inn í hvaða stofur sem í nútíma samfélagi, að þá náttúrulega ekki lykt þarna sem og lykt til dæmis að sölvum sem nú gjarnan borðuð með og ég tala nú ekki þegar menn baka flatkökur, að það kemur lykt líka af því og ég hef nú stundum verið spurður hvað nú lykt, hver var lyktin í torfbænum og þá var það lyktin sem var ríkjandi í torfbænum, það var bara lykt af flatkökum, því að þar voru bakað 2-3 í viku og fyrir utan að koma til fólk sem ekki vant í nútíma samfélagi að matarlyktin sé í svona í allavega ekki í stofun þessi menn sita að þá þarna maður ræða kannski lykt af fiski og svo náttúrulega soðnum fiski og líka hangikjöt og flatkökur sem framvegis, það kemur lykt af þessu öllu saman þannig að það getur verið skýringin að þessu en svo líka annað að sögni ferðamenn fyrirgefðu, en ekki ammoniakstekkur af húsdýrum eða svona? Nei, húsdýr voru til dæmis, ég þekki það í Flóanum, ég er búin að skoða það mjög ítarlega langt aftur í aldir það voru aldrei þær fjórsbaðstofur og það voru hús dýr og menn voru í engu samneyti og meira segja hundarnir voru ekki aðurinn í baðstofunni þannig að það var bara kissan en ekki hundarnir þannig að dýr og menn voru ekki í þessu mikla samneyti nema þess sem var nauðsyn og það var náttúrulega til fjórsbaðstofur til dæmis sérstaklega á Austurlandi og Suðausturlandi sérstaklega og það nú svo skrítið með það að það sem að fjórsbaðstofur algengastar það hlýjasti hluti Íslands það sem í Meðallandinu og þeim slóðum þar voru það lang algengastar en það hlýjasti hluti landsins og þannig að það hefur ekki gerð endilega með hitan, það hefur gerð þá bara með einhverja hefði sem myndast en í Flóanum til dæmis ég hef ekki fundið dæmum eina fjórsbaðstofu þar á því svæði og sennilega á það við alla Árnessýslu. Mér finnst þetta alveg ótrúlega merkilegt sem þú ert að segja og ég átta mig á því En má ég bæta einu við varðandi hérna þú talar að ferðamenn hafi talað oft að það veri vafasama lífstíll hérna á Íslandi það kemur til af því í sumum tilfellum að þeir hafa misskilið svolítið lífstílinn og þeir hafa til dæmis haldið að verbúðir þeir hafa kannski farið inn í verbúðir sem voru það sem að lífsskilirðið voru mjög svona erfið gátu verið það og það svo sem hafa svo sem alltaf verið það líka eftir tíma torfbæjanna að þá var náttúrulega erfiður lífstíll og menn bjuggu þar við frekar svona erfið skilyrði og þar var náttúrulega beintenging við fiskinn og gat verið mikið leikt sem því tengist og náttúrulega lífstílinn ekki kannski alveg upp það allra besta og það dæmið það að erlendi ferðamenn hafi sem sagt ruglað saman verbúðum og raunverulegum húsakynnum Íslinga þannig að það er ekki alveg að marka þetta og þannig að hérna þannig að það er ekki alveg að marka þetta og ég vil svona menn átt spurður hvernig var nú lífið í torfbæjunum og getur vísað í eitthvað heimildur það eða eitthvað bókmyndir eða eitthvað slíkt og þá vísa ég gjarnan í ekki sjálfstætt fólk sjálfstætt fólk fjallar ekki torfbæji þó að það sé mjög gott margt í sjálfstæðu fólki og allir eiga að lesa það bók en það er ekki sérstök heimild líf í torfbæjum en besta heimildin, hún er líka frá Halldóri Laxness, það er Brekkukotsannál og ég myndi nú að halda það ef eitthvað spyr hvernig var lífið í torfbænum, þá segi ég það bara lestu Brekkukotsannál, það var eins og í Brekkukotsannál og Björn í Brekkukoti það er sem sagt torfbær, umhverjulega Brekkukot sem að ræða og Björn í Brekkukoti er bara eins og venjulegur íslensku torfbæjarkall og engin verulegur munur á honum og aðminum Björn í Brekkukoti og aðminum voru bara alveg eins og Brekkukot stóð það ekki bara rétt við Reykjavík og Tjörn? Jó, en það var sem sagt torfbær og þar var klukkan sem var ábyrjandi og það var líka í baðstofunni Meðalholtum klukka sem var búin að vera þar eiginlega frá því að bærin var endurbyggður 1894 hún kemur þarna í byrjun 20. aldar og langamma mín átti þessu klukku og hún var alltaf þarna á vegnum og gekk alltaf og trekkt okkur mennsta degi og svo framvegis, þannig að lífstílinn var alls ekki ólíkur því sem að lýst í Brekkukotsannál. Það sem ég að velta fyrir mér hvort af því að
það er náttúrulega alltaf val hvað við tökum úr heimildum og af því að til dæmis ég hef oft verið í umræðum okkar fortíð og mínir jafnaldrar hafa áratugum saman sagt sögur úr fortíðinni sem eru svolítið á skjön við það sem þú ert að lýsa, þar sem við höfum verið að gefa okkur að fortíð okkar og meðal annars þessi menningarsaga væri í rauninni mun ógeðslegri, bara svo ég segi það umbúðalaust, en þú ert að nefna. Getur verið að íslenska þjóðin hafi bara svolítið svona sameinast það að velja til dæmis þessar neikvæðu frásagnir erlendra ferðamanna og rithöfunda sem koma hingað og skrá sitt, getur verið að þetta hafi verið bara meðvitað val að trúa því frekar en einhverju öðru af því að okkur lá svo mikið á að stíga til móts við nýja tíma með iðnbyltingunni, tæknivæðingunni þegar við loksins eignust pening og þetta hafi verið einhver svona, myndast einhver stemning að allsherjar skömm yrði að knýja okkur til framfara og best væri bara að losa okkur við þetta allt saman. Já, það má ekki gleyma því að það þurfti að nútímavæða á Íslandi. Það þurfti að módernisera samfélagi ekki bara í Íslandi heldur víð heim, alls það er mjög víð í heiminu, þá var það nauðsynlegt að gera það. En síðan það að íslenski torfæri verður eitthvað konar skotspótn og liggur vel við höggi, getum við sagt sem svo, að þetta verður svona sambland af áróður og heila þvotti raunverulega. Og ég hef stundum sagt að það var óheppni að við skildum ekki eignast myndlistamenn og arkitekta og einhverja fræðimenn sem höfðu vit á byggingarlist og staðbundinni byggingarlist á heimsvísu og við hefðu getað greint og séð mikilvægi íslenska torfæðararfsins og gengið þar fram fyrir sköldu, segir svo að ég hef nú oft talað það, segir svo að Gunnar Gunnarsson, Halldór Laxness, Jóhann Sigurjónsson, Þorbergur Þórðarson hefur allir verið arkitektur og myndlistamenn, það hefur stundum sagt að þá væri minnst okkur 500 torfbæir að hluta eða heilu lagi ennþá uppi standandi. Í staði kannski 10 eða eitthvað svona? Já, í staði innan við 10 og þannig að ég held að það hafi hluta til verið óheppni og við getum ímyndað okkur að segjum svo að þeir hefðu þessir aðilar allir færið í myndlist og arkitektúr en látið bókmenntinir alveg eiga sig en það getur ekki ímyndað hvað þá orðuðu bókmenntinar, hvað þá orðuðu íslenska tungu. Þannig að allir hún væri þá ekki söpuðu stigi í dag og íslenski torfbæriarfurinn. En rjúkandi rúst. Þannig að ég held að það sé nú einn hlutað sé hreinlega óheppni og svo náttúrulega áróður þarna og hreinlega svona, ég veit ekki alveg hvað að segja það, svona menn hafa bara farið fram úr sér í nútímavæðingunni í stað þess að nútímavæða en takum leið tillit til gamla arfsins. Það þurfti að nútímavæða en af hverju ekki að vera með hlut af gamla bænum, segjum svo að það er verið bara yfirlýst stefna bændasamtakana, að það er bara yfirlýst stefna að það á nútímavæðu, við verðum að gera það er nauðsynlegt, gerum það, en það er yfirlýst stefna og tilmæli bændasamtaka Íslands að varveita eitthvað að gamla bænum jafnframt. Það getur verið skemman, það getur verið smiðjan, það getur verið baðstofan, það getur verið fjárhús eða eitthvað útihús eða eitthvað, en að það sé nánast svona viðtekið viðþorf að varveita eitthvað að gamla bænum en jafnframt nútímavæða. Ef þetta hefði verið svona hugmyndafræðin, þá væri staðan önnur í dag og þá væri engin minnsti vafa því að allir Íslendingar væru bara hreinlega stoltir af hlut af gamla bænum og það sem ennþá væri þá uppistandandi og varveitt. Ég nefni þetta með útlendingana og skrif útlendingana vegna þess að mér hefur fundist að mína lífssögu, ég hef verið til í 60 ár, þá séum við svona mjög viðkvæm fyrir orðspori okkar utanfrá, við speglum okkur í því sem að aðrar þjóðir eru að segja og skrifa okkur og hugsa okkur og erum svolítið viðkvæm fyrir því og þannig að mér dettur í hug að þessi hluti sem var dregin upp úr fortíðinni
hafi ekki á tilviljun orðið einhvern veginn ráðandi í okkar einn söguskoðun. En sko, hvað getum við gert? Það ekki rétt skilið hjá mér að þú vilt ganga svo langt að við setjum íslenska torfbæinn á hvað reynum að koma honum á heimsminjaskrá UNESCO, ekki satt? Jú, það tel ég sér forgangsatriði og ég tel að það með ekki dragast eða bíða lengur en í mestalegi 5 ár og verði helst að byrja á því strax. Já. Það er búið að vinna vissa forvinni því og ég kom nú að því á sínu tíma. Já. Og þetta á ekki líta á þetta sé samkeppni milli stofnana, það sé þjóðminjasafnið eða einhver byggðasafnið eitthvað sem eigi að vera eitthvað í sérstakri fórustu þarna. Hefur verið tógum þá? Það hefur verið svolítið tógum það og sumt að þeim byrnt á algjöru miskilningi og einhverju pólitík og einhverju skreifinsku. En það er þá núna, þessi 10, 15, 20 árum setna, komið handan við það og núna er ekkert flóknar en það. Það þarf að kalla saman þessu innan við 10 sem að hafa eitthvað til málun að leggja þarna, auk mögulega 10 annara sem við getum kallað þá arfbera, sem er ennþá lífs en einhverstað milli 90 og 100 ára og fara yfir þetta kerfisbundið, vinnuplanið liggur ömurlega fyrir. Það þarf að gera þetta, það leggja þetta peninga. Ekki seinna en strax. Ekki seinna en strax, vinni þetta kerfisbundi, það er nokkur aðrir sem þarf að vinni og gera. Það er efst á blæðu auðvitað varandi handverkið og síðan er það fagurfræðileg greining og síðan er það að sjá þetta í víðara samingi og samanburð við staðbundin arkitektur og heimsvísu og tengja okkur þeirri umræðu. Og þetta tekur allt tíma og það þarf að gefa tími þetta, það þarf þá fjármagn í þetta, maður getur ekki gert þetta launalaust eins og ég er búin að gera meira minn allæfi heldur að menn hafa þá okkar fjármagn til að sinna þessu og fylgja þessu síðan eftir og ef þetta er rétt gert þá tel ég að það sé ennþá mjög miklu líkur á því að það veri mögulegt að koma hluta af íslensku torfbærafinum inn á heimsminjaskrána. Og það er gífurlega mikilvægt að gera það, út í þetta er menningaröfi sem einstakar á heimsvísu og síðan þarf bara að breyta viðhorf Íslendinga út á við, að við getum ekki verið að auglýsa bara fjöll og hraun og einhverja tjarnir og fossa, heldur að setja menningararfin, það er að segja byggingarlistina, bókmenntinar, tónlistina og allt þetta sem við höfum, setja það til jafns við landslægið og svona þessar náttúruperlu sem við höfum náttúrulega en ekki útiloka eins og við gerum núna ef við gerst síðustu árin að það bara íslensku menningararfur og íslensk menning er bara ekki hluti af kynningu á Íslandi. Það er bara þannig. Það er bara þannig og það er náttúrulega alveg fyrir neðan allar hellur vegna þess að við skerum okkur úr á heimsvísu hvað það snertir. Við þurfum ekki annað en að fara bara til Danmerkur, tala til Frakklands, Ítalíu og Grikklands. Þar er menningin og menningarhafurinn algjörlega í forgrunni og landslægið alveg í bakgrunni. Hvernig skýrir það að við setjum uppi með þá stjórnmálastjætt sem að bara hundsar þetta mikilvægi? Ég veit ekki alveg hver skýringin er á því. Við höfum kannski ekki verið allt og heppin með menntamálaráðherra, undanfarin árið að menningaráðherra, en ef við förum aftur nokkra áratugi, þá kemur Gylfi Þór Gíslason að ef við förum yfir hans starfsferil þá gerði hann alveg gífurlega mikið, til dæmis fyrir tónlistina, byggðu upp Faðir tónlistarskólana. Já, faðir tónlistarskólan, tónlistamenntun og mjög margt annað sem hann gerði og einstaklingar geta haft alveg gífurlega áhrif. Já, við höfum mörg dæmi um það. Við höfum mörg dæmi um það en því miður þá hefur engin ekki seinni árin engin af þessum forráðamönnum raunverulega sett þetta málefni á oddinn. Meira og minna öll umræða menningar og menntamál hefur snúist hagkvæmni og sparnað og pening. Já. En svo með menn ekki glema því að ef menningararfur settur þarna í forgrunn og byggður upp á mjög faglegan hátt og gengið mun lengri í því heldur en við gerum í dag, ég menna það mætti margfald það sem við gerum í dag með 10, svo eðlilegt væri. Segjum svo við gerðum það er ákveðin kostnaður í því, það myndi kosta þó lítið í samanburði við eiginlega flest annað, að það kostar eitthvað í byrjun, en síðan myndu þeir peningar koma alveg margfald inn, það mætti margfald innkomana líka með 10 vegna þess að þannig er það í öllum löndum í kringum okkur, þannig er það á Ítalíu, Grikklandi, Frakklandi, að það getur vel verið það við kosta sitt að setja menningararfin og menningun í forgrunn á sínu tíma, en það er komið inn margfaldar tekjur af því í dag í öllum þessum löndum og án menningararfs væri öll þessu lönd sem ég nefni Frakkland, Ítalía og Grikkland, þau væru bara á kúpunni.
einmitt. Menningararfurinn fyrir þeim hlut af þjóðarímyndinni, sjálfsímynd þjóðana, en líka gífurleg tekjuöflun og það því líka sama á Íslandi ef við myndum ganga fram fyrir skjöld og setja menningunni í forgrunn og gera hana raunverulega að því sem að ferðamenn vilja skoða og koma til að skoða og ég hef hitt mjög marga ferðamenn að þeir skipta hundruðum sem að bara hneykslast yfir því hvar menningin, hvar menningararfurinn sem að við héldum að allir væri svo stoltir af hérna á Íslandi. Eða svo þegar við erum komin að þá þetta bara ekkert í forgrunni næstaðar. Nei, bara enn einn hamborgari við Hringveginn og lítið að frétta. Þá það þannig en það eru mjög margir ferðamenn sem að vilja, að þeir skipta hundruðum og þúsundur sem vilja koma hingað út af menningun og menningararfurinn og það náttúrulega vega þyngst bókmenntina sem eðlilegt en það þarf bara að gera miklu meiri í þessu heldur en gert. Það nánast ekkert gert. Nei, hjá þjóð sem ekki einu sinni viðheldur vegum sínum og skuldar 100 milljarða bara í ásættanlegt vegakerfi, þá kannski ekki sérstök ástæða til bjartsýni að hún mun átt sig á því að það að verja stór fé í mikilvæg menningarmál sem að myndu tífalda arðinn síðar. Þetta ekki einfalt verkefni? Í sjálfu sér væri þetta einfalt verkefni vegna þess að hér ekki að ræða raunverulega stór fé í samanburði við það sem við erum að tala í öðru samhengi. Ég skil. Það að segja eins og eru lagðar 100 milljónir í þetta verkefni sem ég að tala í samhengi við að koma íslenska torfærafurinn á heimsminjaskrá, segja svo að það veru 100 milljónir lagðar í það að það eru gífurlegi peningar í þessu samhengi var að nýta þá til gífurlegra athafna og rannsókna og framsóknar í þessum efnum en 100 milljónir ekki miklu peningar í venjulegu samhengi það rétt bara meðalstór íbúður Reykjavík. Þannig að það þarf ekki mikla peningi í þetta en það þarf að setja það á rétta staði og ef það sett á rétta staði og rétta fólki fyrir þessu peningi í hendunar að þá margfalt þessi peningar á örfáum árum. Litlir peningar getur breytt miklu. Já, litlir peningar getur breytt gífurlega miklu og þegar menn eru búin að vinna þessa vinnu tiltölulega lítill hópur í sjálf þessi litla peningum með handan en þó töluvert meira en í dag að þá myndi náttúrulega stolt Íslendinga aukast mjög varðandi þennan arf og hagnaðurinn í kjölfærið verða mjög mikill en að fara ára. Þetta mjög áhugavert. Þú ert sjálfur með íslenska bæinn. Já. Sem fyrirbæri sem hver sem getur heimsótt eða eitthvað? Jú, það getur hver sem heimsótt það og það safn sem opið það sem að fyrst og náttúrulega áhersla á þessa þættu tvo sem ég tel mikilvægasta sem handverkið og svo fagurfræðin. Já. Og þetta í húsi, það safnahúsi sem vistvænt hús sem en nútíma hús en sækir mjög í gamla arfinn og meðal hans að sína það fram á það það bæði handverk og fagurfræði þar það mjög auðvelt að tengja það nútíma arkitektúr. Já. Og sjálfur ertu myndlistarmaður? Já. Og það kannski ekki tilviljun að þú ert myndlistarmaður og elst upp í Torfbæ? Nei, það nú kannski ekki tilviljun. Ég nú fengist mjög mikið við hús sjálfur í minni myndlist og annað en raunverulega það sem að ég hef kannski fengið úr Torfbænum það þessi nána tenging milli rýmisins og líkamanns. Já. Og það nú það sem að mín myndlist hefur ávallt snúist og nú snúist líkamann og tenging líkamanns og við þrívíða hluti af ýmsu tagi og það eiginlega spannar allt sviðið það mín myndlist hefur alltaf tengst líkamannum allt frá húsum yfir í alls konar hluti föt, hnífa, ausur og alls konar þrívíða hluti en mjög mikið í beinni tengingu við líkamann og þessi líkamstenging sennilega það sem hefur fengið í vöggugjöf úr baðstofunni sko. Skemmtilegt. Þessi nána tenging við rýmið, nána tenging við rýmið og annað fólk inn í rýminu. Og það sem óumdeilanlegt umhverfisvænleiki þessara híbýla. Já. Þetta ég held að sé vandfundin vistvænni húsin þetta á heimsvísu
Enda þeir koma margir útlendingar þarna og þeir spyrja hvar eru nú torfbæirnir og ég bendi þeim að nokkra hóla þarna í kringum okkur og ég segi það nú eitt þarna og þá er það orðin bara grænn hóll sem áður hafði verið torfbær. Þannig að það er búið að skila öllu aftur inn til náttúrunnar þannig að torfbærin er eins vistvæn og nokkuð getur verið af byggingum og en hann byggir á endurbyggingarhefð og ef menn gríp ekki boltan að þá bara hreinur hann verður aftur bara að grænum hól. Má ég svona, Hannes, bara í lokin spyrja þig og biðja þig að svara eins heiðarlega og getur viðtal eins og þetta kannski breytir einhverju pínu litlu hjá einhverjum litlum hluta Íslendinga, hvað var það svona viðþorfin en sko þótt maður geti aldrei spáð fyrir það en ertu í einhverju svona aktífu átæki núna til þess að reyna að opna augu þinnar eigin þjóðar eða ertu bjartsýnn á að það verði einhvern veginn að þessi lag núna til þess að endurskoða þessa sögu og þennan arfa einhverju leyti? Já, ég held að mörgu leyti sé nú kannski ástæða til svona hæfilegri bjartsýni núna. Maður finnur áhuga hjá yngra fólki sem vil svona listamenn og fræðimenn sem vilja tengjast þessu með einhverjum hætti. Þá meiri áhugan verið hefur? Meiri áhugan hefur verið og hérna þannig að þeim finnst þetta skrítið kannski svona utanfrá séð og gaman að kynnast þessu sem út af þessi ágætis byrjun. Og svo náttúrulega má ekki neita því að það náttúrulega mjög jákvætt að þessi fræðimenn eins og Sigurjón sem var hérna hjá þér í viðtalinu og fleiri sem að fræðimenn sem kom úr þeim geira sem að sýna þessu áhuga og það er ákveðin sýn sem að þeir koma með og ákveðna tengingar inn í þetta og það er mjög jákvæð viðbót inn í þessu umræðu sem hefur kannski vantað mörguleit á fyrri árum. Þannig að það er svona ástæði til hæfilegri bjartsýni en það þarf að stíga næstu skref. Núna er þetta svolítið í sama farinu og menn er fannar endurteka mikið það sem ekkur sagði á undan og svo framvegis og þannig að það er svona endurtekning og ákveðin stöðnun í þessu meiri segja þegar orðin en það þarf að stíga stór skref fram á við og það er mannskapur sem hefur áhuga og getu til að grípa þann bolta og ég held að það sé núna tækifæri til að gera það eftir 5 til 10 ár þá gæti það hefurlega verið orðið of seint þá getur þessi arfur raunverulega verið í svona bæði eiginlegum og óeiginlegum skilningi algjörlega horfin sko og orðin bara að einhverju fyrirbrigði sem enginn hefur tengingu við eða skilning á eða sér neina möguleika í og við megum ekki láta það gerast. Ég man þegar ég heyrði það fyrst held ég bara fyrir svona 15 árum að það væru til fólk hérna á Íslandi sem að held á lofti kostum íslenska torfbæjarins, þá hló ég. Já. En ég er hættur að hlæja. Já, það er nefnilega það er jákvætt. Það er nefnilega sko, ég hef stundum sagt að það eru örfáa baðstofur sem eru varðveittar á Íslandi og ég er nú búin að teikna upp alla baðstofur sem voru ennþá uppi fyrir 20 árum. Það er nú helmingurinn af þeim horfin í dag því miður. En hérna og verið að greina þær, hvernig þær eru og svo náttúrulega handverki líka. Og ég hef sagt við sko fólk, arkitekta og hönnuði og listamenn og aðra, þess að nú ertu komin inn í þessa baðstofu og er eitthvað sem þú myndir vilja breyta þannig að vera vissum að það yrði betra þú myndir hækka loft 1 metr eða halvan metr breikka hérna þetta rými og svo framvegis eða gera þetta einhvern veginn öðruvísi er eitthvað sem myndir gera öðruvísi og væri vissum að það yrði betra en það er og í öllum tilfellum þá að menn veltu þessu fyrir svo hugsamálið en þá af allir eftir bara 5-10 mínútur komast að því nei, ég held að sé ekkert að gera þetta betur. Þetta er bara eins gott og það verður, hlutvöldin eru alveg rétt, birtan hérna, stærðan á glöggunum og handverkið, það er ekkert að gera þetta betur, þetta er bara svo á að vera og þegar menn eru komin á það stig að menn eru fættin að byggja í öllum landslutum eitthvað sem er eins og það á að vera og erfitt að gera það betur, þá eiga menn bara að vera stoltir af þessu og ekki efast eitt og ekki fara að rifja upp einhverja sögur af bæ sem var hálfhruninn og var það fann að leggja og komið mold á gólfin heldur að sjá þetta eins og þetta var nýbyggt og það er vitnandi svo aftur í bókmenntinnar að þá er í Fjallkirkjunni hjá Gunnar Gullusinni, hann lýsir nefnilega ágætlega hvernig torfbær var byggður og hann lýsir ágætlega líka lífun í torfbænum þarna fyrir austan, þar sem hann er alinn upp
og það engin aumingjaskapur eða minnumáttarkennd sem fylgir því, það bara stolt og bara trú á framtíðin og lífið sko, sem að og ég held að þessi menn eins og Gunnar Gunnarsson, hann hefði gjörð þessi rithöfundur ef hann hefði komið úr einhverjum Moldarkofa þar sem hann hefði sofið upp í rúmi með einhverju belju eða kind sko, það ekki þannig, hann kemur úr umhverfi sem að hvetur hann til dáða, sama má segja Einar Jónsson myndhöggvara sem að kemur úr hreppunum sem skrifað mér fallegum Torfbæinn og líka miklum skilningi að ég held að hann hefði ekki getað stokkið bara til Danmerkur og allt í norði listamæður í fremstu röð ef hann hefði komið úr einhverjum ömurlegum Moldarkofa þar sem allt væri rúst og vitleysu og enginn kunni hvorki lesa eða skrifa og menn áttu bara eitthvað rusl sko. Það held ég ekki, ég held að þessi menn hafi komið úr húsakynnum og haft kynnst lífstíl sem að byggði það vel upp að þeir voru bara til í slægin, rúmlega 20 þessir til dæmis tveir, Einar Jónsson og Gunnar Gunnarsson komu báður úr Torfbæjum og hérna voru bara og ég tala nú ekki um hérna nonna Jón Sveinsson, hann líka þessir menn stóðu sig allir afskaplega vel og hefði ekki getað gert það ef þeir hefðu komið úr einhverjum vandræðagangi og einhverju blárri fátækt. Þetta allt sem var miðstjættarfólk, þarna þessir þrír. Þetta var ekki nein stórbýli, neinum með þessum þremur. En þeir spjöruðu sættir mjög vel vegna þess að bakgrunnurinn og lífstílinn sem að þeir voru aldur upp fyrir, að hann nýttist þeim bara mjög vel í því sem þeir ákvaða svo gera í lífinu. Einmitt. Takk að kærlega fyrir komuna hér að rauða borðinu. Hannes Lárusson og gangið vel með, í þessari menningarbaráttu. Já, þakka þér kærlega fyrir. Það er þegar menn byrja, þá getur menn alveg spunnið vefin alveg endalaust en engar síður að þetta er umræðan sem er mjög jákvæð og skemmtileg og því meira sem menn pæli þessu, því skemmtilegra verður þetta og þá líka opnast nýjir möguleikar, sko, ekki bara varðandi varðveislu friðun og eitthvað og endurbyggingu, heldur bara samingi við sko nútíman og svo bara framtíðina líka. En þá höfum við gengið göttuna á enda hér í kvöld, kæru áhorfendur og hlustendur, rauða borðið verður ekki lengra. Við minnum ykkur á að ef þið hrífist af efni okkar þá er alltaf í boði fyrir ykkur að deila því og vekja þar með athygli annara á okkar starfsemi. Það eru nú sennilega til einhverjir Íslendingar sem vita ekki að samstöðin er til. Við viljum náttúrulega að sá dagur renni upp að allir viti að við séum til vegna þess að við höfum fengið mjög mikla hvatningu frá ykkur að það sem við erum að gera skipti máli í samfélaginu. Og ef þið viljið styðja okkur með beinum hætti þá er hægt að fara inn á vefslóðina samstöðin.is og finna þar hnapp þar sem ástendur áskrift og gegn mjög hóflegu mánaðarlegu framlagi aðeins 1750 krónum verði þið styrktar aðilar samstöðurinnar, sjáðu til þess að við höldum áfram að búa til okkar dagskrá og hafi jafnvel eitthvert ritstjórnarvaldi í leiðinni. En þættinum er lokið í kvöld. Ég vil þakka tæknimanni Pétri Fjellsteð og öllum öðrum sem hafa komið að því og gestum þáttarins ekki síst, sem hafa komið að því að búa til þessa dagskrá og fjölmiðlun í kvöld. Verið sæl. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.